Nú ætlum við aðeins að kíkja á hring. Hringur er svona rúmfræði fyrirbæri sem er með miðpunkt, sem er punkturinn akkurat í miðjunni, og ef ég teikna strik frá honum, þá er alveg sama hvar ég teikna þetta strik, þá alltaf vera jafn langt. Þannig er reglulegur hringur. Og í raun, ef hann er ekki alveg reglulegur, hann er aðeins styttri á annan veginn, þá er hann sporöskjulega og er í raun ekki hringur. En þetta köllum við geisli. Það var í gamla daga að kalla radíus, það getur foreldrarnir kannski frekar kannast við. En ef ég fer alla leið yfir, þá heitir þetta þvermál. Og þvermálið er jafnt og tvisvar sinnum geisli. Því að þetta er í raun einn geisli hér og annar geisli hér. Þetta eru tveir geislar. Við nýtum okkur geislan og þvermáli þegar við förum að reikna ummál og flatarmál hrings, en það gerum við mikið seinna. Það sem við þurfum að kunna að gera núna er í raun að ef við vitum þvermálið, það er að segja ef ég veit að alla leið hérna yfir er 9, að finna þvermálið, ef geislinn er 9 hingað, þá er þetta aftur 9 hingað. Þannig ég þarf að segja bara sinnum 2, þetta eru 18 cm. Sama hérna, sinnum 2, af því að 2 er bara halva leið, við erum að finna alla leið yfir, 4 cm. Finna geislan er þvermálið er, þá veit ég að þvermálið alla leið er 30 og ég á að finna bara halva leið er það ekki, því það er geislinn. Þá deili ég með 2, þetta er 15 cm, hérna deili með 2, 6 cm, því 12 er alla leið yfir, ég á bara að finna halva leið yfir.